Jæja, komið þið sæl. Ég heiti Ólafur Astrygg og ég býð ykkur hér með hjartanlega velkomin á þetta litla málþing okkar sem við aðstandendur þessa rits hérna stöndum að í samstarfi við Þjóðminjasafn Íslands. Tilefnið okkur líklega öllum kunnugt, útkoma bókarinnar Menningararfur á Íslandi, gagnrýni og greining sem við Valdimar Hafstein höfum ritstýrt og gefið út af Háskólaútgáfunni. Okkur þótti við hæfi að hleypa bókinni af Stokkhólmi í þessu húsi þessara merku stofnunar sem hefur hér aðsetur og hýsir marga gamla og merka muni sem hafa stöðu þjóðardýrgripa. Húsið hefur verið sagt mustir íslenskra þjóðmenningar, staður þar sem ýmsir helgidómar íslensku þjóðarinnar eru varðveittir og sýndir. Hvar betri staður en einmitt hér í þessu húsi til að taka upp gagnrýna og greinandi umræðu slíka helgidóma og samband þeirra og þjóðarinnar. Það því sérstaklega ánægjulegt að forsvarsmenn safnsins voru boðnir og búnir til samstarfs málþingið og sýnir að þetta höfuðsafn þjóðarinnar á sviði menningarminja reiðubúið til samtals hugmyndafræðilegar forsendur menningararfs, hvað hann og hvað hann snýst, hvernig og af hverjum hann nýttur, til hvers og með hvaða afleiðingu. Áður en ég hleypi Valdimari að til að skýra erindi bókarinnar, langar mig að nota þetta tækifæri til að þakka þeim mikla fjölda fólks sem hefur komið að verkinu með okkur. Við Valdimar höfum komist að því að textagerð sem þessi samvinnuverkefni margra, eins og Sigríður Harðardóttir hjá útgáfunni orðaði það einhvern tímann þegar við glímdum við að afkóða einhverjar torraðar formúleringar sem fræðimönnum gjarnt að grípa til. Höfundarnir eiga auðvitað stærstan heiðurinn, en aðrir eiga líka hlutdeild í verkinu sem gerir bókina að aðgengilegu, dýnamísku og spennandi verki, bók sem ég heldur standist fræðilegar kröfur og leggur til fræðilegar nýjungar leið hún læsileg og skemmtileg. Bendi nemendum mínum sérstaklega á það. Ég nefni hér nokkra, en ekki alla, sem lögðu lóð á vogarskálarnar og við stöndum í þakkarskuld við. Arnar Árnason, fræðilegan ritstjóra verksins, en sá starfi felst í að hafa umsjón með ritrýninni og ritrýnunum þökkum við auðvitað fyrir þeirra mikilvæga framlag. Við vitum ekki hverjir eru, en einhverjir kunna að vera staddir hér í dag. Starfsfólk Háskólaútgáfunnar, ekki síst Egill Arnarsson, ritstjóri, þökkum honum fyrir samstarfið og þolinmæðina og líka öðrum yfirlesurum sem hafa hjálpað okkur og öðrum höfundum veitt góð ráð. Ekki síst Ingrid Markan sem prófarkalas bókina af natni og gerði mikið til að gera textan sem allra lífrasta. Þessu fólki þökkum við fyrir liðsinnið í þessu samvinnuverkefni sem og ljósmyndurum og öðrum sem hafa léð okkur myndefni og svo Ragnari Helga Ólafssyni sem hannaði kápuna, Helga Hilmarsinni umbjóðsmanni og prentsmiðjufólkinu sem hafa gert bókina að býsna laglegum prentgrip eins og þið sjáið. Og þá sjálfsagt að þakka þeim sem hafa stutt útgáfuna fjárhagslega, hinum sænska Riksbankens jubileumsfond og prófessorsstöðu í nafni Jóns Sigurðssonar. Að þessu sögðu gef ég Valdimari orðið og hann ætlar að segja ykkur undan og ofan af erindi bókarinnar og inntaki. Takk og mikið gaman að sjá okkur hérna svona mörg í dag. Það var haldið upp á 350 ára afmæli handritasafnarans Árna Magnússonar með pomp og prakt fyrir 2 árum, eins og einhvern kannski minni til. Og þá urðu sumir til að rifja upp frásagnir frá brunanum mikla í Kaupmannahöfn árið 1728, þegar tókst með naumindum að bjarga stærstum hlut af þeim handritum sem Árni hafði safnað frá því að verða eldinum að bráð. Og Pétur Gunnarsson rithöfundur var á meðal þeirra sem rifjuðu þessa sögu upp í útvarpsviðtali sem hann lýsti á skáldlegan hátt skelfingunni sem greip sig þessa daga sem eldurinn geisari og hann lýsti að Árni hafi lengstu lög dregið að flytja handritin og vonað að eldurinn næði ekki að safna hans og svo hamaganginum að koma handritunum í öruggt skjól og Árni átti vagn sem hann af góðmennsku sinni eins og Pétur orðaði það hafði lánað presti nokkrum sem hafði launað greiðaseminni með að skila honum með brotið hjól
Og á ögurstundu bregðast þeir skjótt við Árni og aðstofamenn hans, þeir Jón Grunnvíkingur og Finnur Jónsson, síðar biskup, hlaupa inn í eldinn og ber út handritinn og koma þeim burt á þessum laskaða vagni. Og í lok viðtalsins tók Pétur undir með Guðrúnu Nordal, forstöðumanni stofnunar Árna Magnússonar, sem hafði á afmælishátíðinni deginum áður líkt verkefnum okkar, núlifandi kynslóðum Íslendinga, verkefnum okkar gagnvart menningararfinum við verkefni strákanna hans Árna í eldhafinu forðum. Vagninn bíður enn, sagði Guðrún, og Pétur bætti við. Í raun og veru eru alltaf í sporum þessara 3 stráka sem eru að bjarga þessum menningararfi í öruggu höfn. Með öðrum orðum erum við öll strákanna hans Árna. Þetta er einn skemmtilegasta líking. Og ekki síst fyrir það hvernig hún varpar ljósi á hvernig svo hugmynd hefur orðið viðtekin að þegar menningararfur annars vegar eru við alltaf á 11. stundu. Eldhafi nálgast og við með okkar bilaða vagn keppumst við að bjarga verðmættunum. Og þessi bók, sem nú er horfin, var hér áðan. Já. Þessi bók fjallar þessa hugsun. Hvernig hún birtist og í hvaða mynd þegar rætt menningar á Íslandi. Og bókin greinir hvernig pólitík, hagsmunir, ástríða og ekki síst röð tilviljana hefur stöðugt áhrif á hvernig við nálgumst þetta fyrirbrigði sem annars sagt að hafi gildi alveg óháð tíma. Þessi bók tekst á við grundvallar spurningar. Hvað er menningararfur? Hvernig þá? Af hverju? Segir hver? Við hvern og til hvers? Höfundarnir komu mörgum áttum úr þjóðfræði, mannfræði, safnafræði, sagnfræði og bókmenntafræði og eru menntaðir á Íslandi, í Bandaríkjónum, Bretlandi, Svíþjóð og Ástralíu og það er margt sem greinir hann hóp í sundur. Sjónarhornin í köflum bókarinnar eru mörgum toga, áherslurnar margvíslegar og heimildaskrárnar eru margt ólíkar en á öðru leyti er mjög sterkur samnefnari með rannsóknunum sem við gerum grein fyrir í bókinni og það er miklu fleiri sem sameina okkur heldur en sundrar. Við lítum svo á að menningararfur feli ekki í sér hlutlausa lýsingu á húsum og gripum eða siðum og tjáningu. Menningararfur lýsir nefnilega ekki þeim fyrirbærum sem hann vísar til. Menningararfur þvert á móti grípur inn í tilveru þeirra. Menningararfur er hreyfiafl sem drífur áfram athafnir fólks og menningararfur er tiltekið sjónarhorn á daglegt umhverfi. Menningararfur er hugtak með öðrum orðum sem leitast við að umskapa það sem það vísar til. Ef maður kallar eitthvað menningararf er maður að reyna að breyta því og hafa áhrif á það. Og hugtak sem mótar heiminn í sinni mynd. Sem slíku hugtaki og hreyfiafli er menningararfur beitt við margvísleg tækifæri af ólíku fólki í margháttuðum tilgangi. Menningararfur í þessum skilningi hefur farið ört vaxandi á síðustu árum og áratugum. Tilvísandi menningararfs aukast ár frá ári og hann hefur fært sjónarhorn minjavarðarins langt út fyrir veggi safnsins. Okkur hefur öllum lærst á síðustu áratugum að horfa á heiminn og umhverfi okkar frá sjónarhorni minjavarðarins. Við höfum lært að eiga menningararf og að finna til skyldurækning gagnvart honum. Að samsama okkur við hann, samsama okkur við aðra sem líka samsama sig við þennan sama arf og við höfum lært að óttast fyrir hans hönd þær ógnir sem sagðar eru steðja að honum. Menningararfur vekur tilfinningar. Sumar heitar, aðra kaldar, sumar krúttlegar og notalegar, aðrar óþægilegar. Hann er ýmist sameiningar eða sundrungarofl og oftast hvort veggi senn með því að greina einn hóp fólks frá öðrum sem ekki tilheyra hópnum og þar veldur hver á heldur. Menningarlega söguleg arfleifð í víðasta skilningi hefur auðvitað langt árabil verið viðfangsefni fræðimanna. Þjóðfræðingar og mannfræðingar hafa til að mynda fjallað hvernig hefðir og siðir í daglegu lífi, hópa og samfélaga móta þau frá degi til dags, greint frá tilurð þeirra og menningarlegri virkni. Fornleifafræðingar hafa grafið úr jörðu hluti sem fyrir kynslóður týndu eða hentu, hafa skráð þá eða rannsakað og saman hefur fagfólk úr þessum safnagreinum stillt þessari arfleifð fram til sýnis á minjasöfnum eins og því sem við stöndum hér í. En það er ekki fyrir nú síðustu árum sem fræðimenn hafa markvisst fyrir að beina sjónum sínum sameiginlega með gagnrýnum hætti að því sem að gerist þegar hlutir eða siðir eða önnur fyrirbrigði mannlífsins eru skilgreind sem menningararfur, skilgreind af sérfræðingum, stjórnmálamönnum og stofnunum sem einkennandi eða annan hátt mikilvæg fyrir samfélagið í heild sinni, sjálfsmynd þess, sögu og samfellu. Þannig að fræðimenn farið að kanna merkingaleg ferðalög muna og siða sem var mist gildi í hversdeginum og eru síðan enduruppgötaðir og gefið nýtt hlutverk í nafni varðveislu menningararfs. Og þá spyrja menn hvernig merking og gildi verkfæra, handverksgripa, klæðnaðar, íbúðarhúsa og
og svo framvegis breytist í tíma frá því að vera í hversdagslegri notkun á einu tíma, gegnum það að þykja eitthvað úrelt eða úr sér gengið, í það að telja sig að menningarfyrirbrigði sem brýnt að varðveita og hefja til vegs og virðingar. Það sem á einu tíma þykir fánýtt skran getur á skömmum tíma gengið í endurnýjun lífdaga, fengi gildi og merkingu sem merkilegu vitnisburður liðna tíma eða sem mermætt menningarfyrirbrigði sökum fákætis, fegurðar eða aldurs. Og það er ekki alltaf alveg sjálfgefið hvað telst nú merkilegt til að vera álitið menningararfur. Slíkt er ekki síst háð aðstæðum í samtímanum, mikið meira en þeirri fortíð sem gaf af sér arfleifðina. Það að hampa hlut eða sið sem menningararfi er bundið því að einhver í samtímanum hafi áhuga eða sjá hag sínum borgið í að gera slíkt. Stjórnmálafóringi sér ástæðu til að minna sögunar með tilteknum hætti, upphefja tilteknar efnislegar eða óþreifanlega minjar til að undirstreka mikilvægi þess að þjóðin standi nú saman sem aldrei fyrr og flikki sér helst á bak við þá stefnu sem hann stendur fyrir. Athafnamaður sem vill efla ímynd bæjarfélagsins og laða fjárfesta eða ferðamenn, sér sóknarfæri að vekja athygli á einhverju í sögu og menningu staðarins sem gerir hann sérstæðan eða áhugaverðan, sem áfangastað eða sem búsetustað. Sérfræðingur beitir sér fyrir að tilteknum minjum eða hefðum sé viðhaldið og þá í krafti þeirra stofnunar sem hann starfar hjá og í krafti sérþekkingar. Það sem síðan verður fyrir valinu úr aragrúa fyrirbæra sem fortíðin hefur skilað okkur, það sem nær eyrum og augum þeirra sem hafa getu og vilja til að lýsa þeim sem menningararfi samfélags, er sannarlega ekki óháð pólitískum, félagslegum og efnahagslegum kringumstæðum á hverjum tíma. Í þeim skilningi er menningararfur hápólitískur. Miklu getur skipt hvað er skilgreint sem menningararfur og til af hverjum og til hvers. Ekki bara á sviði minjavörslu, heldur líka á vettvangi alþjóðamála, við pólitíska stefnumörkun, við uppbyggingu ferðaþjónustu, í byggðamálum, í mótun hugmynda sjálfsmynd og þjóðerni, og þá er rætt mikilvægi þess að varðveita menningararf þjóðarinnar og staðbundi menningarsérkenni. Öll þessi dæmi koma við sögu á síðum bókarinnar, vel að merkja. Og menningararfur eru á dagskrá íslensks samfélags í dag, hvort sem við lítum til stefnuyfirlýsingar núverandi ríkisstjórnar, uppbyggingar ferðaþjónustu eða sjálfsmyndarmótunar Íslendinga, þá ber umfjöllun menningararf títt á góma. Það er eftirspurn eftir fortíðinni í gervi menningararfs. Erindi bókarinnar við íslenskt samfélag og fræðilega umræðu er að rýna í dæmi um hvernig það sem litið er á sem menningararf er mótað í þessu samhengi. Skoða hvernig merking menningarfyrirbæra er breytingum háð og draga fram þær forsendur sem liggja menningararfi til grundvallar í samtímanum. Hvernig stendur á því að sömu gömlu er hampað sem menningararfi á meðan annað er léttvægt fundið og fleygt í sorgpressuna. Hvernig tengist áhugi samtímans, hagsmunir tiltekinna samfélagshópa, pólitík eða ábatavon því hvernig menningararf er hugsaður og hvernig honum er stillt fram. Þegar vel er að gáð er það nefnilega ógn eyðileggingarinnar sem skilgreinir menningararf. Yfir skyld okkar við menningararfin vofir glötun. Án hættunar er engin menningararfur. Hlutir og siðir sem ekki eru í einhvers konar háska eru fyrst og fremst hluti af daglegu lífi og daglegu brauði. Torfbæirnir urðu ekki menningararfur fyrir en fólk var hætt að búa í þeim og flestur höfðu verið jafnaði við jörðu og orðnir rústir einar. Gömul, hrörleg timburhús gangi endurnýjun lífdaga með ærnum tilkostnaði sem mikilvægur þáttur í borgarlandslæginu, einmitt þegar og ekki fyrr en til stendur að rífa þau og byggja nútímalegri skrifstofuhús eða hótel. Þjóðlegu fatnaður íslenskra kvenna varð ekki mikilvægur þjóðinni fyrir en konur tók að klæða sig danskri tísku. Samanburðurinn skilgreindi hið þjóðlega sem átti undir högg að sækja og dró með því fram sérstöðuna sem eitthvað sem var eftirsóknarvert. Íslensku nútímamönnum og fyrirhluta 20. aldar þótti rímnasöngur ansi meinlegur. Menn áttuðu sig ekki á því að hér fari merk hefð fyrir hún hafði svo að segja dáið út. Þá fyrst hvarflaði mönnum að í rímnasöng geti falið sérstæður íslensku menningararfur. En menningararfur er líka alþjóðlegt hugtak og hreyfiafl. Það er ekkert sérstaklega íslenskt við notkun menningararfs hugtaksins á Íslandi. Vísandi menningararf skírskota til orðræðu og til athafna og stofnana sem ganga þvert á landamæri ríkja. Þess vegna heitir bókin ekki íslensku menningararfur, heldur menningararfur á Íslandi. Höfundar í bókinni rannsaki ekki menningararf sem er íslenskur, heldur hvernig hugtakið menningararfur birtist í íslensku samhengi. Hvernig ólíkt fólk tekur alla handagags, beitir því í ýmsum hætti í margháttuðum tilgangi og með alls konar afleiðingum sem er ekki alltaf fyrirséðar. Á einn eða annan hátt
sækja höfunda til rannsóknarsviðs sem hefur í gerjun alþjóðlega á undanförnum árum og má vísa til sem gagnrýninna menningararfsfræða eða Critical Heritage Studies. Gagnrýnar rannsóknir hafa auðvitað verið margar í gegnum tíðina á ýmsu því sem núna nefnt einu nafni menningararfur. Það má rekja vera minnst aftur til 19. aldar. En gagnrýnin menningararfsfræði, rannsóknarsviðið sem hér er vísað til og skrifað inn í, fór fyrst að taka á sig mynd og eftir aldamótin síðustu. Þessi fræði byggja á róttækri gagnrýni og lýðræðislegri nálgun á varðveislu menningararfs. Það er kannski best að skýra þau með að vísa í stefnuyfirlýsingu eða manifesto alþjóðlegs félags gagnrýnin menningararfsfræði, Association for Critical Heritage Studies, sem var stofnað 2012 fyrir 3 árum. Og í manifestónu segir: við skorum á ykkur að draga í efa viðtekin sannindi hvað menningararfur að færa þrótt í menningararfsfræði með því að sækja innblástur víðar en tíðkast hefur, að spyrja áleitinna spurninga þau íhaldssömu valdatengsl á sviði menningar og efnahags sem úreltur skilningur og menningararfi virðist styðja við, og að bjóða fólki og hópum sem hingað til hafa verið utanveltu við mótun og stjórnun menningararfsins að taka virkan þátt. Fyrst og fremst viljum við að þið takist með gagnrýninum hætti á hendur að endurbyggja fræðinu menningararf frá grunni, en það krefst miskunnarlausa gagnrýni á allt það sem Menningararfur lýsir ekki síst, nú held ég áfram manifestónum, pólitískri athöfn og við verum að spyrja með fyllstu alvöru út í þau valdatengs sem alltaf oft eru studd tilvísun til menningararfsins. Þjóðernisstefna, heimsvaldastefna, nýlendustefna, elítismi, sannfæring yfirburði Vesturlanda, félagsleg aðgreining stétta og þjóðernishópa ásamt sérfræðinga blæti hafa ráðið miklu hvernig menningararfur er notaður og skilgreindur og hvernig honum er stjórnað. Við höldum því fram að gagnrýnin menningararfsfræði sem standundi nafni veltu upp mörgum óþægilegum spurningum viðteknar hugmyndir menningararf og viðteknar aðferðir við framsetningans og varðveislu. Og hagsmunir þeirra sem menningararfurinn hefur hingað til jaðarsett og útilokað hljóti að verið fyrirrúmi þegar þessum spurningum teflt fram. Vestrænir, aðalega evrópskir sérfræðingar á sviði fornleifafræði, sagnfræði, arkitektúrs og listasögu hafa til skamms tíma verið allsráðandi í fræðunum menningararf. Þótt finna megi framsækna strauma í þessum fræðigreinum hafa það samt sem áður viðhaldið mjög takmarkari hugmynd hvað felist í menningararfi og hvernig eigi að rannsaka hann og stýra honum. Gamli skilningurinn á menningararfi, hinn viðurkennda orðræða menningararfin, hefur í hávegum gamlar, mikilfenglegar og virtar byggingar, staði og hluti sem nota velþjóknunar sérfræðinga og styðja við vestrænar frásagnir af þjóð, stétt og vísindum. Nú er óánægjan með þessa menningararfshugsun orðið nægilega uppsöfnuð og viðvarandi til að þeir sem gagnrýna hana geti komið saman og mynda alþjóðleg samtök til að stuðla nýrri hugsun menningararf og að nýrri nálgun, félagum gagnrýnin menningararfsfræði, tilvitnun lýkur. Bókin Menningararfur á Íslandi þannig skrifuð inn í frjóar og fjörugar samræður menningararf sem ganga þvert á landamæri ríkja og fræðigreina. Henni meðal annars ætlað að miðla nýrri hugsun, greiningu og gagnrýni á milli alþjóðlegs og íslensks samhengis. Erindi bókarinnar samt ekki bara að miðla nýrri hugsun, þó það sé vissulega mikilvægt erindi og ný hugsun auðvitað bráðnauðsynleg. Erindi bókarinnar líka að stuðla nýrri breytni. Orð eru alls fyrst, en metnaður höfunda stendur til að stuðla til þess að orðin á þessum síðum ekki bara þátt í að móta skilningin á menningararfi, heldur líka þátt í að móta varðveislans, úrval og framsetningu. Við velkjumst ekki í vafum að það hafi gildi sjálfu sér að spyrja óþægilegra spurninga og leita svara við þeim með miskunnarlausir gagnrýni sem stundum byggjur undir óvænt sjónarhorn og nýjan skilning. En aðgerðasinnin sem á 19. öld kallaði eftir miskunnarlausir gagnrýni og allt það sem skrifaði annars staðar að þó það verið út af fyrir sig ágætt að lýsa heiminum, þá skiptir meira máli að breyta honum. Minnu þessara herhvatar beinum við höfundar bókarinnar orðum okkar ekki síður til fagfólks og áhugafólks en til fræðimanna og háskólanema. Til alla þeirra fjölmörgu í íslensku samfélagi sem hugsa og sýsla með menningararf, hvort sem voru á söfnum eða í menningarmiðstöðum, ferðaþjónustu eða fjölmiðlum, kennslu eða listsköpun, ráðuneytum eða sveitafélögum í fræðum eða frístundum. Gagnrýninni nálgun á menningararf ekki ætlað að snúa fólki frá honum, þvert á móti, en ætlað að beina athygli að honum. Og gagnrýnin þá fyrst markmiðum sínum að þátt í að móta gagnrýna varðveislu og gagnrýna framsetningu á menningararfi. Nú er bókin komin út. Í framhaldinu vonumst við til samræðu við fagfólk og áhugafólk menningararf á Íslandi, merkingu hans, mikilvægi, varðveislu hans og miðlun. En í dag fögnum útgáfunni og hluti af höfundu bókarinnar ætlar að kynna efni hennar í stuttu máli
og þá gef ég Ólafi aftur orðið. Takk. Þetta er Þjóðminjasafnið, við færum það nú ekki svo. Þakka þér fyrir, Valdimar. Það kann að virka pínulítið bíræfið af mönnum sem kenna þjóðfræði, fræðigrein sem fæst meðal annars við hjátrú og hindúismi að gefa út bók í 13 köflum. Við erum svo sem ekki búin að bíta úr nálunum með þetta alveg. Bókin er komin út eftir nokkur ára meðgöngu og svo bara sjá hvernig henni vegnar. Með okkur hér í dag eru höfundar 8 kafla. Valdimar hefur gefið okkur smá innsýn inn í fyrsta kaflan og hér á eftir munum við heyra stuttafyrirlestra þar sem að höfundar kynna viðfangsefni sín og efnistök. Þeir höfundar sem ekki komust í dag en skrifa í bókina eru Guðmundur Hálfdánsson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands, Karl Aspelund, lektor við textíl, tískumaskarsfræði og hönnunardeild Háskólans á Rhode Island og gestalektor í þjóðfræði við Háskóla Íslands, Bryndís Björgvinsdóttir þjóðfræðingur og aðjúnkt við Listaháskóla Íslands, Marta Guðrún Jóhannesdóttir, bókmenntafræðingur og safnafræðingur, Jón Þór Pétursson, doktorsnemi í þjóðfræði við Háskóla Íslands og Tinna Gretarsdóttir mannfræðingur. Viðfangsefni Guðmundar Hálfdánssonar eru handritin okkar eins og sagt er. Hann fjallar þó ekki þau sjálf sem gripi og bókmenntir, heldur þær alþjóðadeilur og sjálfsmyndar pólitísku kringumstæður sem mótuðu tilkall Íslendinga til handritana á 20. öld. Viðfangsefni Karls Aspelund er önnur áberandi táknmynd íslensk menningararfs. Hann gerir breytingar merkingamynda á íslenska kvenbúningnum að umræðuefni. Bryndís Björgvinsdóttir fjallar menningararf sem sviðsetningu og beinir meðal annars sjónum sínum að íslenska kvenbúningnum eins og Karl og greinir hugmyndir rétta og ranga notkun búningsins. Jón Þór Pétursson rýnir í samband menningararfs og matvælaframleiðslu og horfir til þeirra áherslu sem nú er mjög á dagskrá og leggur upp úr staðbundnum uppruna matvæla að vörurnar berist beint frá býli og skoðar hvernig þessi framleiðsla felur í sér enduruppfinningu hefða og hvernig hefðbundin matvæli ganga í endurnýjun lífdaga í samspili menningarlegra og efnahagslegra þátta. Þá beinir Tinna Gretarsdóttir sjónum að hlutverki lista og listamanna í menningararfsvæðingunni. Hún kannar sérstaklega íslensk-kanadísku listahátíðina Núna eða Now og greinir samhengi listsköpunar og menningararfs í þessu menningarpólitískt hlaðna þverþjóðlega rými Íslendingaslóða í Kanada. Þá er Marta Guðrún Jóhannesdóttir meðhöfundur Sigurjóns Baldurs Hafsteinssonar að kafla útrýmingu og arfleifð torfbæjarins og mun Sigurjón gera grein fyrir kaflanum hér og eftir. Nú dagskráin verður þá einhvern veginn svona. Ég veit nú ekki hvort við getum haldið þessar nákvæmu tímasetningar. En fyrst talar Valdimar, svo kem ég eina ferðin enn, þá mun Helgi Þorláksson stíga á svið, þá Sigurjón Baldur Hafsteinsson, svo Katla Kjartansdóttir og Kristín Skram, þá Sigríður Helga Þorsteinsdóttir og loks Áki Guðni Karlsson. Þegar Áki hefur lokið máli sínu munum við opna fyrir spurningar og umræður úr sal og þá ætti klukkan að vera farin að nálgast 4 og að spurningunum og umræðunum loknum þá viljum við bjóða ykkur að þiggja veitingar hérna í myndasalnum hérna fyrir framan. Nú undir veitingunum verður hægt að ná sér í eintak af bókinni. Styrmir og félagar frá háskólaútgáfunni eru með hana hérna í dag á sérstökum kostakjörum í tilefni dagsins og ég bið ykkur að gæta því. Mér langaði líka að biðja ykkur að
skrifa nafn ykkar í gestabókina þeir sem ekki eru búnir að því. Þó það kunni að vera tvíbeint stenst ég ekki mátið áður en við snúum okkur að því að heyra af einstökum viðfangsefnum bókarinnar að vitna í menningarfræði páfann Benedikt Hjartarson, prófessor í almennri bókmenntafræði við Háskóla Íslands, sem eftir að hafa fengið próförkina til yfirlestrar hafði þetta að segja, eins og þið sjáið að við höfum prentað hér inn á flipan á kápunni. Hann segir: menningararfur á Íslandi er brýnt fræðilegt innlegg í þjóðfélagsumræðum þar sem menn láta sig þjóðararfinn miklu varða, en gagnrýni og uppbyggilegu tómlæti er verulega ábótavant. Ég hef ekki skemmt mér jafn vel yfir lestri síðan ég sökti mér ofan í rit Oswald Spengler hnignun Vesturlanda á sínum tíma, þótt bækurnar séu að nokkru leyti ólíkar. Allir sem litið hafa í bestseller Spenglers frá árunum eftir fyrri heimsstyrjöldina vita að þar fer mikil lesning og köflum dramatísk, og þeir vita líka að heimurinn varð aldrei samur eftir útgáfu þeirrar bókar. En nú tekur Valdimar Hafstein aftur við. Hann er dósent í þjóðfræði við Háskóla Íslands, lauk doktorsprófi frá Kaliforníu háskóla í Berkeley árið 2004 og hefur ritstýrt alþjóðlegum greinasöfnum og sérheftum menningararf, menningareign, menningarstefnu og stefnur í þjóðfræði. Hann er höfundur meira en 30 ritrýndna greina og bókarkafla allt frá höfundarétti til óáþreifanlegs menningararfs, með viðkomu í ævintýrum, glímu, UNESCO og eftirlitsmyndavélum. Verk hans hafa verið þýdd á fjölmörg tungumál. Valdimar er forseti CEF, Evrópusamtaka þjóðfræðinga. Gjör svo vel, Valdimar. Komið sæl aftur. Nú stend ég hér sem höfundur, sem sagt. Nú ætla ég að gera það sem ég láðast að gera áðan, að hafa myndasýninguna með í þessum lestri. Munið eftir þessu. Fyrir 8 árum, 18. apríl 2007, eru 2 hús við Lækjartorg eldri að bráð. Annað húsið var byggt 1801 eða 2 og snýr út á Austurstræti og var með elstu byggingu sem þá stóð í Reykjavík og hýsti skemmtistaðinn Pravda. Hitt húsið reis 1852 og snýr út á Lækjargötu. Þar tók kebabhúsið á móti matagestum á þessum tíma. Slökkviliðsmenn voru fljótir á vettvang og fast á hæla þeirra fylgdu blaðamenn og fréttamenn, ljósmyndarar og kvikmyndatökufólk. Ríkissjónvarpið og Stöð 2 rufu bæði dagskrá sína til að rýma fyrir beinni útsendingu frá eldsvoðanum. Útsendingin stóð í margar klukkustundir. Ég veit ekki hvort einhver annar hafði heyrði sér til að fylgjast með henni. En þótt logar eldsins getur þetta verið dáleiðandi, er mjög erfitt fyrir nútímafólk að festa athygli við eld þetta lengi í einu. Við erum vön miklu hraðari atburðarás. Þannig að fréttamenn fundu sig knúna til að búa eldsvoðan út fyrir sjónvarp. Þau kölluðu til viðmælendur, stiltu þeim upp á Lækjartorgi, reykinn í baksýn og það glitti í slökkviliðsmenn að ráða niðurlögum eldsins. Áhorfendur fengu að fylgjast í beinni með viðbrögðum. Slökkviliðsstjórinn, eigendur húsanna, sagnfræðingur, fastagestir, ónefndir vegfarendur og loks borgarstjórinn í Reykjavík voru teknir tali. Og fyrir þá flesta í lok viðtals lögðu fréttamenn sömu spurningana með smávægilegum tilbrögðum. Erum við að verða vitni að eyðileggingu á dýrmætu menningararfi? Og allir virtust á einu máli. Menningararfur höfuðborgarinnar stóð í ljósum logum. Ég satt límdur við skjáinn heima hjá mér með gluggana lokaða til að fá ekki reykinn inn og fylgdist með. Og fastagestir pröfdu áttu þetta samúð mína, en það var samt aðalega þessu hugmyndum brennandi menningararf sem að vakti hjá mér athygli. Hvernig þessi hús tóku hamskiptum, hvernig þau umbreyttust úr mannvirkjum í menningararf
þegar eldtungurnar sleiktu kókskiltið yfir útidyrunum. Ég er borinn á barnfættur Reykvíkingur, bý í miðbænum, gengum Lækjargötu og Austurstræti annað hvern dag og ég vissi auðvitað húsin væri gömul, það er að segja íslenska mælikvarða, en ég hafði aldrei heyrt nokkurn mann nefna menningararf í sömu andrú og þau, ekki fyrir kviknað í þeim. En þegar reykinn laði við tjörnina og logarnir brutust út húsþökin, vatnið sprautaðist í myndarlegum bogum og slöngum slökkviliðsins, urðu við öll vitni að þessari merkilegu eldskírn. Menn fóru allir sem einn að lýsa húsunum sem menningararfi. Og áður en tókst að ráða niðurlögum eldsins, urðu sjónvarpsáhorfendur vitni að því hvar borgarstjórinn, í fullum slökkviliðsgrúða, krýndur svörtum hjálmi, svo orðið stýran eið að endurreisa húsin frá grunni, alveg eins og þau höfðu staðið. Það var eitthvað við þessu uppákomu sem þjóðfræðingurinn í mér kannaðist við. Alveg frá því þjóðfræði var til sem fag hafa þjóðfræðingar ekki sjúkrabílnum á fullri ferð frá vettvangi eins menningarslysins til þess næsta. Í kappi við tímann þá þeysum við á vettvang en komum alltaf of seint til að afstýra ósköpunum. Slysið hefur þegar átt sér stað. Engill sögunar er rétt nýfloginn hjá og við blasa rústir hins nýliðna, þar sem eldarnir loga enn. Við leitum eftirlifenda í rústunum og björgum heilugustu verðmætunum. Þegar vel er að gáð, er það nefnilega ógn eyðileggingarinnar sem skilgreinir menningararf. Yfir skyld okkar við arfinn vofir glötun. Án hættunar er engin menningararfur. Hlutir og siðir sem er ekki í einhvers konar háska eru hluta daglegu líf og brauði. Varðveisla og eyðilegging eru þannig tvær hliðar á sama peningum. Svo það kom ekki beinlínis svo óvart að eldsvoðan við Lækjartorg vakti upp áleitnar spurningar menningararf. Næstu vikur og eftir spunnust ákafar umræður í fjölmiðlum og á netinu menningararf, varðveislu og uppbyggingu, þessar hluti og hús sem að tengja fortíðina og samtímann saman. Síminn hringdi þindarlaust hjá velvakanda, póstkassar dagblaðanna fylltust af aðsendum greinum og kommentakerfin á netinu bræddu úr sér. Slíkar hræringar eru kannski ekki daglegt brauð, en það eru heldur ekki alveg óvenjulegar. En umræðan menningararf gerir þó meira en að gjósa upp öðru hvoru. Það er líka lágstendur kór sem syngur jafnt og þétt sönginn mikilvægi menningararfsins bæði í opinberu umræðu og utan hennar. Í dúr eða moll er söngurinn ýmist ágengur eða hlédrægur og í kórnum er fjölbreyttur hópur fólks sem biðla til okkar að varðveita hitt og þetta sem við eigum að fallast á þessi dýrmættur menningararfur og okkur byrja skylda til að standa vörðum. Ég er auðvitað í þessum kór sjálfur. Reyndar er engu líkara en menningararfur sé nú orðið við hvert fótmál. Ekki svo að skilja að byggingar eða hefðir sem vísaði til sem menningararfs séu ekki gamlar. Þar eru það auðvitað oftar en ekki, þó aldur sé afstæður í þessu samhengi. Húsin á horni Lækjargötu og Austurstrætis þættu til dæmis ekki ýkja gömul, neins staðar annars staðar í Evrópu. Það sem er nýtt og eftirtektarvert er að þær er nú jafnan rætt á máli menningararfsins. Þótt saga þessa hugtaks tegir sig aftur til 19. aldar var það ekki hluti af daglegu tungutaki fyrir á 8. áratugi síðustu aldar og notkunin ekki almenn fyrir eftir 1990 og verið enn fara vaxandi aldarfjórðungi síðar. Það getur slegið tíðinu sjálf á mbl.is eða á tímarit.is. Á síðustu 2 áratugum hefur nefnilega gríðarlegur fjöldi stofnana, samtaka og einstaklinga tekið menningararfshugtaki til handagags og heimfartað upp á 100.000 staða. Það má bera vöxt og viðgang menningararfsins saman við umhverfisverndarhreyfinguna sem er skipulögð kringum annað fjölhæft og áhrifamikið hugtak sem hefur unnið sér sess á svipuðum tíma. Hugmyndin umhverfið er tiltölulega nýleg uppfinning sem hefur haft djúpstæð áhrif á hvernig við hugsum okkur efnisheiminn og hvernig við umgöngumst hann. Ár, höf og andrúmsloft er að sjálfsögðu ekki ný, en hugmyndin umhverfið tengir saman með algjörlega nýjum hætti. Vatnsmengun í þorpi í Mexíkó og hækkandi sjávarborð í Amsterdam. Hún býr til samhengis á milli dauða Lagarfljótsins og loftmengunar í Peking. Mestu varðar kannski að umhverfið sameinar málstað fólk sem verður fyrir barðinu á hennar mörgu ólíku breytingum, sem í krafti umhverfishugtaksins er hægt að lýsa með sama tungutaki innan sömu orðræðu og berjast gegn í krafti sömu stofnana. Það þarf ekki að spyrja því hvort umhverfið sé til í raun og veru. Umhverfishugtakið er verkfæri til að flokka heiminn og þar með einnig til að hafa áhrif á hann, til að breyta honum. Hugtök af þessu tagi eru hreyfi af hlutana. Þau umskapa hlutina og móta leið heiminn í sinni mynd, sem aftur staðfesti tilveru þeirra. Þannig skapa þau sinn eigin veruleika.
Sama máli gegnur menningararf. Rétt eins og umhverfið menningararfur nýr flokkur hluta sem settur í nýstálegt samhengi hver við annan undir merkjum hans. Hlutir sem annars eru jafn sundurleitir eins og byggingar, minnisvarðar, sverð, dansar, skartgripir, munstur, matarhættir og bókmenntir. Hlutir sem með öðrum orðum eiga ekkert sameiginlegt nema þegar við horfum á þau frá sjónarhorni menningararfsins. Meginmarkmið menningararfshugtaksins sem sagt ekki að lýsa heiminum heldur að breyta honum. Menningararfur snýst að hreyfa við fólki og virkja samtakamátt þess, að umbreyta orðræðu samfélagsins og móta athafnir manna. Hvað sem líður öllu tala varðveislu, þá gengur menningararfur sem sagt út á breytingar. Með þessu ég sjálfsögð ekki að hafna því við að vernda menningararf, ekki frekar mér dett í hug að hafna mikilvægi þess að vernda umhverfið. Ég samfærir að hvort þau eru brýn verkefni. En vöxtur og viðgangur menningararfsorðræðunar slíkur að hann kallar á gagnrýna skoðun. Ógagnrýninn skilningur á menningararfi kemur í bakið á okkur. Sérstaklega núna þegar skil menningarlífsins, stjórnmálan og markaðarins verða sífellt óljósari. Segulsvið menningararfsins svo sterkt að við hættum sífellt á að dragast inn í það og gangast leið inn á þær forsendur sem þær eru gefnar í stað þess að gagnrýna forsendunar. Til þess að komast undan þessum áhrifum gagnlegt að hugsa menningararf sem ákveðna skipan sannleikans. Skipan sem tekur í senn til efnisheimsins og siðferðis, efnahags og tilfinninga, vísinda og upplifunar. Skipan menningararfsins að þenjast út, bæði í okkar samfélagi og heimsvísu. Og hún leið breiðist út sú menningararfs hugsun sem þessi skipan mótar í mynd sinni. Þó menningararfur sé nátengdur bæði viðskiptum og stjórnmálum, þó málsnið hans fyrst og fremst siðferðilegt. Það að segja þegar fólk tekur til máls menningararf, innan orðræðu menningararfsins, þá verðist nauðsyn þess að varðveita vera sjálfsögð og óvéfengjanleg. Menn gagnrýna sára sjaldan sjálfa varðveislu hugmyndina eða setja spurningamerki með mikilvægi þess að varðveita. Frá siðferðilegu sjónarhorni menningararfsins liggur beinast við að skilja gagnrýni á varðveislu annarkvort sem skemmdarverk eða myndbrot. Með öðrum orðum virðist valkosturinn við að varðveita ekki vera sá að varðveita ekki. Valkosturinn við að varðveita að eyðileggja. Annarkvort þetta með og á móti, rómverji eða vandali. En þannig getur það ekki verið og þannig má það ekki vera. Við þurfum á gagnrýni að halda. Gagnrýni varðveislu, gagnrýni miðlun og gagnrýni umræðu menningararf. Og mér langar að enda, Ólafur vitnaði áðan í Benedikt Hjartarson hérna á kápunni, mér langar að enda í tilvitnun á kápuna líka. Í kápu umsögn aftan á bókinni, svo sem hana skrifar Arnar Árnason, prófessor í mannfræði við Háskólann í Aberdeen. Og hann segir: Á Íslandi lærum við að menningararfurinn tengi okkur við fortíðina, vísa okkur til framtíðar og gera okkur Íslendingum. Bókin Menningararfur á Íslandi mjög mikilvægt framlag til fræðimennsku og til almennar umræðu á Íslandi. Þótt hvergi sé dregið í efa að menningararfur sé verðmætur, í bókinni sýnt fram á að hann líka stjórntæki sem notað til að skilja á milli okkar og hinna. Menningararfur ætti því að vera mikið umhugsunarefni nú á tímum þegar sterk öfl vilja draga skýr mörk þar á milli og ákveða hversu langt samúð okkar eigi að ná. Menningararfur á Íslandi á því brýnt erindi við okkur öll. Takk ykkur fyrir. Þá hlottast mér svo heiður að kynna Ólaf sem höfund að þessu sinni. Ólafur Rastrik starfar sem lektor í þjóðfræði við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands og hefur kennt námskeið líkamsmenningu, menningarsögu, menningararf, menningarpólitík og ómenningu. Bakgrunnur Ólafs í menningarsögu og mannfræði sem hann hefur numið við Háskóla Íslands, Kaupmannahafnarháskóla og Monash háskóla í Ástralíu. Bókin Háborgin, menning, fagurfræði og pólitík í upphafi 20. aldar sem byggir á doktorsritgerð Ólafs kom út hjá Háskólaútgáfunni árið 2013. Gjör svo vel. Menningararfur og mannslíkami líklega ekki eitthvað sem fólk tengir saman umhugsunarlaust. Þó oft og með ýmsum hætti vísa til þess hvernig arfleið samfélags og þjóðar hefur runnið fólki í merg og bein. Það rættur hvernig fortíðin hefur mótað veru á tópa, samfélag og svo framvegis. En þegar fólk spáir í íslenskan menningararf þá hugsar það kannski fyrst til handritana
eða þeirra gripa sem varðveittir eru hér á Þjóðminjasafni. Þótt á sýningunni hér í húsinu sé bæði beinagrind af manni og líka hárlokkur af sjálfstæðishetjunni Jóni Sigurðssyni, virðist mannslíkaminn ekki neitt sérlega miðlægur í framsetningunni á menningararfinn. Það er þvert á móti. Það kann því að koma óvart að ástæða þykir til að gera samband líkamanns og menningararfs og sérstöku umræðuefni eins og ég geri í mínum kafla í bókinni. Menningararfur snýst ekki bara efnislegar minjar, eins og þær sem eru varðveittar á þessu safni. Eftir því sem merking hugtaksins hefur þanist út á umliðnum árum og áratugum frá því hlutstæða og til þess að taka líka og í ríkari mæli til óáþreifanlegra menningarminja hefur líkaminn komið æ meira við sögu. Þegar ræður þátt þess tjáða eða þess performatífa í viðhaldi menningararfs kemur ljós að líkaminn er jafnan í aðalhlutverki. Líkaminn er það bæði vettvangur og miðill menningararfs í skilyrtum hreyfingum og hegðun og háttalagi, í ýmsum siðum og ritúölum og sem farvegur munnlegrar tjáningar, svo sem í formi sagna og tónlistarflutnings. Hér mætti líka nefna þjóðdansa sem dæmi. Miðlun þjóðdansa frá manni til manns og milli kynslóða er ef til vill dæmigerð fyrir sýn okkar á viðgang og viðhald óáþreifanlegs menningararfs. Þar sem það hefur jafnan verið vandkvæðum bundið að lýsa líkamshreyfingum í orðum og skráningaraðferðir á dansi hafi gegnum tíðina verið ófullkomnar, hefur honum fyrst og fremst verið miðlað frá líkama til líkama með því að fylgjast með, taka þátt, líkja eftir og gera líkamanum tilteknar hreyfingar tamar með endurtekningu. Miðlunin hefur fæst í yfirfærslu líkamstekkingar eða hreyfiminnis með takmörkuðum stuðningi orða eða skráningartækni sem við notum annars til að vista og kalla fram þekkingu hið liðna. Í kafla mínum í bókinni reifa ég nokkuð dæmi af þessu tagi tengsl líkama og menningararfs og þó einkum með greiningu á viðbrögðum nokkra menningarlegra íhaldsmanna við nýjungar í fasi og framkomu íslenskra kvenna á árunum upp á 1920. Þetta voru tímar þegar erlendir tískustraumar áttu skyndilega greiðan aðgang að Íslendingum, blöð og tímarit tók að myndskreitast og ungt fólk streymdi í kvikmyndahús til að berja glamúrstjörnur þoglumyndana augum. Með rýmri fjárhag almennings var ekki lengur einungis á færi fyrir fólks að fjárfesta í nýjustu tísku og ungar konur hefðu því mun meiri möguleika en kynslóð mæðra sinna til að móta líkamlega ásýnd og þar með sjálfsmynd með því að velja sér klæðnað og hárgreiðslu í takt við það sem þótti eftirsóknarverðast. Eða jafnvel skarta andlitsfarða ef þeim sýndist svo. Þetta var líka tíminn sem ragtime eða jazz tók að setja mark sitt á skemmtanlífi höfuðstaðarins, tónlist sem skallaði fram hegðun og hreyfingar sem í hugum margra virtust bera með sér andhverfu, siðmenntunar og ögunar, nákvæmlega þess sem umbótasinnaðir góðborgar töldu brýnt að efla í hinu nýfullvalda þjóðríki. Í kaflanum greini ég hvernig sjálfskipaðir vörslumenn þjóðmenningarinnar brugðust við þessum útlendu straumum, þessari bylgju áreita að utan, þessum villimannslegu tónum og óhefta dansi, þessum bjóðandi klæðnaði og framkomu sem margar ungar konur virtust taka upp eftir spilltum karakterum kvikmyndana. Og ég skoða hvernig þessi menningarógn virtist skerpa þörfina á að skilgreina íslenska menningararfleifð. Hvers konar hegðun og hættir væru Íslendingum eðlilegir og náttúrulegir og þá einkum og sérlega í konum, við eins og víður lönd var ekki síst horft til kvenna sem siðferðilegra og sögulegra menningarbera samfélagsins. Eitt dæmi sem ég staðnæmist við er tískuyfirlýsing 3. áratugurins innreið drengjakolsins sem sumir álitsgjafar uppnefndu snóðkollamenningu. Því var blákalt og af alvöruþunga haldið fram af hálærðum körlum sem vísuðu í aðra og enn lærðari fræðimenn að drengjakollurinn stríddi bæði gegn lögmálum náttúru og fegurðar. Því var haldið fram að þar sem konur byggju frá náttúrunnar hendi að meiri og fegurri hárvexti en karlar væru þær beinlínis að synda gegn náttúrunni þegar þær reyndu að líkjast karlmönnum með því að klippa hár sitt stutt. Með því að brjóta lögmál náttúrunnar með þessum hætti væru þær að virða að vettu í kveneðli sitt, auk þess væri kynöslin sem af þessu hlítist árás á eina grunnstoðum samfélagsskipunarinnar. Snóðkollamenningin væri þó sýnu alvarlegri þegar kæmi að íslenskum konum en erlendum. Því auk þess að stangast á við kynbundið eðli væri stutta hárið sömuleiðis á skjön við þjóðareðlið eða sögulegt eðli íslensku kvenþjóðarinnar.
Í skrifum menntamanna voru tekin ýmis dæmi sem sýna áttu að íslenskum konum væri eðlilegt og náttúrulegt að bera sítt hár. Andstaðan við drengjakollinn hér á landi endurspeglaði íhaldssöm viðbrögð í öðrum löndum, en þó með þessari undantekningu að í íslenska tilvikinu bættist við þjóðarsöguleg vídd sem innsiklaði stutta hárið sem ómóralskan framhandleika og sítt hár á höfði kvenna sem íslenskan menningararf. Það væri því ekki síst menningararfleið íslenskra kvenna sem ungar konur svívirtu með því að klippa hár sitt stutt. Í dæminu drengjakollinn sem og í viðtökusögu andlitsfarða sem ég vek líka að í kaflanum birtist skýr hugmynd það sem mætti kalla menningarlega líkamsarfleið íslenskra kvenna, sem í meðförum menntamanna var studd sögulegum og raunar líka líffræðilegum rökum. Í kaflanum gengi út frá að slík röksemdafærsla sé gölluð og stingu upp á því að í þeirri skilgreiningu á íslensku menningararfi sem þarna var á ferðinni hafi verið farið tilraun til að raungera tiltekna pólitíska goðsögn. Menningararfurinn var settur fram sem lýsandi söguskýring en var leið kynjapólitískt stjórntæki. Hér hafi verið á ferðinni menningararfsvæðing kvenlíkamans og sem slík hafi hún ekki verið saklaus leið til að standa vörð forna hætti, heldur pólitískt inngrip í hegðun kvenna. Menningararfsvæðing tjáningarforðans skilyrti þá merkingu sem lögð var í kvenlíkamann og það sem var gert við hann. Afleiðingin var að límið sem spyrti saman arfleiðin var límið sem spyrti saman hugsun og náttúrulegt útlit og eðlilega hegðun íslenskar kvennar við tilteknar jákvæðar samfélagsdygðir, hið rétta, þjóðlega, fagra og hið siðlega. Menningararfsvæðingin var þannig innlegg í það verkefni að stýra hegðun kvenna og til að skapa forsendur fyrir vilja íslensku kvenþjóðarinnar og til að móta útlit sitt með tiltekum hætti, temja sér tiltekna framkomu og aga hegðun sína. Takk fyrir. Þá erum við laus við okkur Valdimar í bíli. Næstur stígur á stokk Helgi Þorláksson, prófessor emeritus í sagnfræði við Háskóla Íslands. Hann lauk doktorsprófi í sagnfræði frá skamma skóla árið 1992. Helgi hefur í skrifum sínum fjallað miðaldir og Íslandssögu fram til 1700. Einna mest hefur hann fengist við sögu utanlandsverslunar, valdamiðstöðvar og leiðir á þjóðveldistíma, fæðardeilur, blóðhefnd og ofbeldi og sögu Sturlungaaldar. Gjörðu svo vel, Helgi. Í gang fyrir mig. Takk fyrir Ólafur, komið þið sæl. Ég fjalla svonefnt söguskilti og valdi skilti á Suðausturlandi þar sem ég ferðaðist sumarið 2012 við annan mann og við tókum myndir. Á skiltunum eru textarnir jafnt á ensku og íslensku og tengsl milli skilta á ferðaþjónustu eru því skýr. Skilti sem ég skoðaði einkum eru hluti af sameiginlegu átaki allt land sem nefnist Saga Trails of Iceland og var efnt til árið 2006. Athygli beint að bókmenntum elstu sögu og miðaldamenningu fram til 1550 og fagmennska skal höfð í fyrirrúmi, segir þar. Í bæklingi sem var gefin út í tengsli við þetta framtak bæði á ensku og tísku og lá víða frammi útlendingum bent á að stansa við tiltekin skilti á Suðausturlandi. Og skilti eru á Þvottá og eru tengd kristnitöku, þar með tengd Þangbrandi kristniboða höfðingjanum Halli á Síðu. Skilti, fer þetta ekki í gang neitt? Á ég íta jafn harðan, meinar það? Það er ekki 20 sekúndur. Ha? Já. Nú skilti á Þvottá og svo skilti tengd Úljóti, löggjöf og alþingistofnun nærri bæ í Lóni. Þá eru skilti sem tengjast meðal annars pöpum og eru við Papós í Lóni. Jú, þarna kemur þetta.
Skilt eru svo við leið út í Ingólfshöfða og fjallum Ingólf og Hjörleif og fjölskyldur og loks er á skilti fjallað Þorgeiri landnámskonu á Sandfelli í Öræfum. Þetta tengist allt elstu sögu og einkennum, og engum landnámu. Margt af því sem taldist góð og gild söguleg þekking í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga fyrir 1944 telst orðið úrelt eða er þannig vaxið að sagnfræðingar treysta sér ekki til að halda því fram lengur. Sumt er talið ótraust vegna breyttrar afstöðu til heimilda svo sem Íslendingasagna og landnámu. Annað er talið pólitískur áróður eða beinlínis þjóðremba. Margt af þessu sem telst ótraust eða úrelt lifir enn góðu lífi svo sem í ræðum stjórnmálamanna og í ferðaþjónustu. Í háskólakennslu í sagnfræði hefur í 60 ár verið bent á að Íslendingasöguskráður á 13. öld geti ekki talist vera traustar heimildir persónur og atburði á 10. öld. En slíkri gagnrýni er hafnað þegar henta þykir og saga Guðríðar Þorbjarnardóttur sem var sögð páfa árið 2011 er til vitnis það. Frá 1970 hafa sagnfræðingar hafnað landnámi sem heimildu landnámstíman en á því er venjulega ekkert mark tekið svona almennt í samfélaginu. Það sem taldist almennt satt einu sinni er haft fyrir satt áfram, hvað sem rannsóknum og fræðum líður. Og svo kem ég hérna að fræðilegum hugtökum, svonefndar sameiginlegar minningar eða sá hluti sem nefnist menningarlegt minni, þykir til þess fallin að stuðla að samstöðu þjóða. Því er haldið fram að fólk verði að þekkja minningarnar, þær megi ekki glatast, þær geta þannig fallið í flokk með því sem við nefnum menningararf. Þetta er jafnan talið þjóðlegt, háíslenskt og segja okkur hver við séum. Og þarna eru náttúrulega miklir hagsmunir í húfi. Stjórnmálamenn grípa iðulega til þessa til dæmis. Vitnisburður landnám og fleiri heimilda elstu sögu lendur í þessum flokki og allskyns gömul söguleg þekking sem sagnfræðingar hafa hafnað sem ótraustir eða rangri hefur breyst í menningararf og lifir þannig til dæmis í ferðaþjónustu þar sem henni er hampað sérstaklega. Það vekur athygli að vitneskja sem er borin á borð og umræddum skiltum jafnan alveg ófræðileg, vekur að minnsta kosti athygli mína, svo sem ekkert er hirt að gera mun á Íslendingabók og landnámi sem sagnfræðingum þykir svona frekar mikilvægt. En fremur sniðgengið er að til eru mismunandi gerðir landnámu og þeim ber ekki alltaf saman, heldur jafnan valið það sem hentast þykir. Aldrei er spurt eins og sagnfræðingar gera hvað ætla við vaka fyrir mönnum á 12. og 13. öld þegar þeir sögðu þessar sögur, til dæmis Ingólf. En fremur lítið eða ekkert stuðst við fornleifarannsókninni heldur vísa til að það er vanti. Tekið er mark á munnmælum frá seinni tímum til dæmis það hvar hann muni hafa bundið skip sitt við Ingólfshöfða. Ekkert er hirt það sem sagnfræðingar nefna lærðan tilbúning af fornu, svo sem að flóki hafi sleppt hröfnum sem minnir náttúrulega óneitanlega á Nóa og dúfurnar eða að úrljótur sé svar Íslendinga við sögum meðal siðara þjóðum miklu löggjafa eins og Móses, Hammurabi og Sólon og marga fleiri. En fremur hvergi eru neinir fyrirvarar eða varnagla fyrir neinu sem sagt er. Og líka í textum skiltana er boðið upp á rómantík sem er gamaldags og ófræðileg. Talað Hall á síðu sem eitt mesta göfugmenn að fornu og vikið það út frá Ingólfs og líka miklum harmi hans eftir að Hjörleifur hefði verið veginn. Þess að er ekki beint í okkar stíl en þótti einhvern tímann heppilegt að hafa þetta svona. En fremur staðreyndavillur, ónákvæmni og oftúlkun koma fyrir. Það sem einu sinni var haft fyrir satt er haft fyrir satt áfram þótt ónákvæmt sé eða rámt. Og ekkert er gert til að draga fram sögulegt mikilvægi manna og atburðar, hvert hafi til dæmis verið mikilvægi úrljós eða hver hafi verið félagsleg staða síðuhalds, engra spurninga spurt þetta. Skiltin munu öll hafa verið sett upp á 21. öld og nú má spyrja, hver réð því að ofangreidd atriði skildi fjallað á skiltum en ekki eitthvað annað, til dæmis búskap að forn og fiskveiðar eða ferðir yfir fljót og sanda, eða eldgos og framrás jökla og áhrif þessa á mannlíf eða rekja sögu Svínfellinga eins og frá þeim segir í Sturlungu, af því við erum að tala þarna Skaftafellssýslu. Framtaki söguslóð á Austurlandi stendur á bak við skiltin en menningaráð Austurlands, ferðamálastofa og vegagerðin leggja nöfn sín við sum þeirra. Og þá má spyrja, réðu þau efnisvalinu?
Í þessu sambandi athyglisvert að á 4 af umgetnum stöðum eru líka minningarsteinar á Sandfelli með málmplötum Þorgerði, í Ingólfshöfða frá 1974 Ingólf, við Bæ í Lóni frá 1985 Úlfljót og að Þvotta frá 2000 kristnitöku. Steinunum virðist ætlað að vitni viðurkennd og mikilvæg sannindi og síðan á söguskildunum að staðfesta hvað skiptir mestu máli sögulega. Er þetta ekki meira en 7 mínútur? Já, hérna er Þorgerður á Sandfelli, textinn á Sandfelli, Þorgerður og Kvíg á málmplötu, þið kannistu þetta af mjólkurfernum. Einhvern veginn var vinsælt 1974 og hefur verið vinsælt síðan. Og þarna eru Ingólfsfræði höggvin í stein til vinstri á skilti sem er við á leiðinu út í Ingólfshöfða. Þarna er Úlfljótur meitlaður í stein hjá Bæ í Lóni og þetta er vist loka skilti mitt. Hér hefur verið dregið fram hvernig sagnfræðirannsóknir hafa orðið viðskila við söguþekkingu þjóðarinnar. Forn fróðleikur sem sagnfræðingur þykir hæpinn og hafna lifir góðu lífi sem menningararfur. Er fróðleikur sem skal vernda og muna og tel svo mikilvægur að hann er grafinn í málm og stein og vandlega festur á söguskildi. Allt skal fryst, gamla sagan er fryst. Henni verður ekki breytt. Hún er greypt í málmplötur eða meitluð í stein. Menningararfurinn er frystur. Takk. Takk fyrir Helgi. Höfundar næsta kafla sem eru kynntir eru 2, Sigurjón Baldur Hafsteinsson og Marta Guðrún Jóhannesdóttir. Sigurjón er prófessor í safnafræði við Háskóla Íslands. Hann er höfundur bókarinnar Phallological Museum sem fjallar íslenska menningapólitík og hið íslenska reðasafn og ritstjóri bókarinnar Byggðasöfn á Íslandi sem kom út í ár. Það sem veitir yfirlit við sögu 14 byggðasafna og vinnu þeirra við varðveislu og menningararfi Íslendinga. Marta Guðrún lauk meistaragráðu frá Háskóla Íslands í safnafræði árið 2014. Áður nam hún finnsku, bókmenntafræði og íslenska bókmenntir við Háskóla Íslands og Helsinki háskóla. Og Marta Guðrún hefur fengist við rannsóknir og sýningagerð á vegum Gljúfrasteins, hús skáldsins, ásamt því að starfa með Sigurjón að rannsóknir í íslenska bænum frá 2012 og Sigurjón allar af Orfirði. Já, komið í sæl og meðhöfundar í þessari bók og ritstjórar til hamingju með glæsilegt rit og þið sem ætlið öll að kaupa hana hér á eftir til hamingju sömuleiðis með góð kaup af þeim greinum sem ég hef lesið í henni og ekki síst inngangurinn er þetta kostagripur og sem ég vonast til þess að menn hafi miklar og líflegar skoðanir þegar menn hafa lagst yfir textan og myndirnar. En líklegast er greinin eftir okkur Mörtu skemmtilegasta greinin í bókinni og að minnsta kosti finnst okkur það og hún er vel skrifuð, kjarnyrt og ekki síst með hjálp prófarkaleysarans en ekki síst vegna þess að hún fjallar mjög fyndið efni sem eru náttúrulega torfkófarnir, moldargreinin sjálf, torfbæirnir og þið sjáu til dæmis á þessari mynd sem tekin í Vestmannaeyjum 2010 kallinn hlæja að skilti stráksins aftur í torfkófana og við sjáum þetta sömuleiðis í kommentakerfinu og ýmsum greinaskrifum torfhús þar sem torfhús og moldargreinni og moldarkofar eru notuð sem skammaryrði og þykja svona lítt eftirsóknarvert ástand og það er einmitt við í krísu ástandi sem oft er gripið til torfkofa líkingarinnar eins og í þessu tilviki frá Vestmannaeyjum
en þarna er verið að mótmæla sem sagt niðurskurði á grunnþjónustu í heilbrigðiskerfinu eftir að ríkisstjórnin kynnti fjárlagafrumvarp sitt. Og þá fór þessi strákur með þetta skilti sitt á túnið í Vestmannaeyjum. Og það sem er áhugavert við þessa mynd, þetta er rammi úr sjónvarpsfrétt sem fylgdi þessum mótmælum, er það að á sama tíma er þjóðminjavörður, Margrét Hallgrímsdóttir, og fleiri fulltrúar menningararfsins á Íslandi að tala íslensk torfhús, torfkofana, torfbæina sem eitt merkilegasta framlag Íslendinga til heimsins og hún, Margrét, hefur meðal annars verið ásamt fleirum verið í forsvari fyrir því verkefni að koma þessum arkitektúr fyrir á heimsminjaskrá UNESCO. Og það sem er eiginlega upp af þessara greinar okkar Mörtu er að gera grein fyrir þessari svona togstreitu sem við greinum í þessari í greininu fyrir við 150 ár aftur í tíman sem að einhverju leyti birtist í þessu, annars vegar að torfhúsin er einhvers konar afturhald og eitthvað lítt eftirsóknarvert og hins vegar eitthvað sem ber að hampa. En í samtímalegum skilningi má líka segja að þetta sé ein sorglegasta greinin í bókinni og ekki síst út frá sjónarhóli þeirra sem er að berjast fyrir varðveislu menningararfsins sem torfhúsin þykja. Og við greinum í greininni þetta meðal annars út frá því að þetta er sorglegt með tilliti til umræðuna sem er í blöðum alveg frá 1860-70 og fram eftir 20. öldinni þar sem þessum arkitektúrum fundið allt til foráttu. Við förum jafnframt í lýsingu á opinberum aðgerðum þar sem verið er að gera kannanir á ástandi húsakosts Íslendinga með það fyrir verkum sem gerði það verkum að hér urðu algjör umskipti á húsagerð í landinu. Torfhúsinu var bókstaflega útrýmt, gerði það svona jarðlegri kæfu og síðan förum við jafnframt í það að skal ég ykkur segja, nú erum við búin að gleyma punktinum, að þetta voru 3 atriði, skýt með það, tíminn að vera búinn. En það er kannski best í lokin að já, þið verður bara að lesa greinina, þess að sjá hvað var sem ég glemdi. En það er svo sem alveg hluti af menningararfinum að gleyma einhverju, en einn stór hluti í bókinni er að gera grein fyrir varðveislustarfinu og þar tökum við fyrir varðveislustarf Þjóðminjasafns Íslands, alveg frá Sigurði Guðmundsssyni málara til Margrétar Hallgrímsdóttur og allt þar á milli. Langt tímabil, skipta skoðanir, en þó samt ekki. En í það minnsta er þessi togstreita sem ég minntist á áðan ákveðið merkjum það sem fjallum í greininni að hér er mjög erfitt og vandmeðfarið verkefni að ræða, bæði fyrir safnið en ekki síst fyrir samfélagið, íslenskt samfélag. Og þá þakka ég bara kærlega fyrir og get mælt með þessari kæfu. Takk. Næst stíga á stokk 2 höfundar, Katla Kjartansdóttir sem er þjóðfræðingur með meistaraprófi í þjóðernisfræðum frá Háskólanum í Edinborg. Hún hefur á síðustu árum stundar rannsóknir á síbreytilegum birtingamyndum íslenskra þjóðernisímynda og seigfljótandi mótun menningararfs í margvíslegu samhengi. Hún hefur birt fjölmargar ritrýndar greinar og bókakafla þessi efni ásamt því að sinna kennslu við Háskóla Íslands og Listaháskóla Íslands. Og meðhöfundur hennar er Kristinn Schram.
Lektor í þjóðfræði við Háskóla Íslands, hann doktor í þjóðfræði frá Edinborgarháskóla og hefur starfað sem forstöðumaður rannsóknarsetur norðurslóðir og þjóðfræðistofu. Helsta rannsóknarsvið hans þjóðfræði í þjóðlegum samskiptum og þjóðernislegum sjálfsmyndum. Í rannsóknum hans og Kötlu frásagnar- og efnismenning hreyfanlegra hópa í borgum Vestur-Evrópu og vestnorræna svæðinu skoðuð í tengslu við menningarpólitík íslenskrar útrásar, efnahagshruns og norðurslóða. Gjörðu þið svo vel. Já, greinin okkar, hún byggir sem sagt á rannsóknum okkar á hreyfanlegum hópum á borð við Íslendinga erlendis, en við höfum fyrst og fremst verið að skoða með hvaða hætti slíkir þjóðernishópar iðka og setja fram sínar þjóðernislegu sjálfsmyndir, ímyndir og menningararf. Við höfum til dæmis verið að skoða hvort, hvar og þá hvernig slík iðkun eða jafnvel performance á sér stað á menningararfi, þjóð og kyngerfi og hvort heldur sem á vettvangi hversdagsmenningar, samfélagslegra rýma eða sameiginlegra menningarviðburða. Nýjustu rannsóknir okkar hafa einkum beinst sem sagt að Íslendingum sem búsettir eru í Kaupmannahöfn og London og höfum meðal annars reynt að greina áhrif íslensku efnahagsútrásarinnar og síðan efnahagshrunsins á þessa tilteknu menningarlegu þætti. Í stuttu máli óhætt að segja að þau áhrif séu afar fjölþætt og munum við greina frá þeim betur hér á eftir. En við skiptum sem sagt tímanum okkar í tvennt. En við höfum sem sagt í auknum mæli verið að skoða hvernig kyngerfi og vald, og þá erum við svolítið að nýta svona þessi tvö ólíku sjónarhorn okkar og aðgengi að tilteknum þjóðfræðihópum. En í þessu sambandi eru glærurnar eitthvað að fara svona lítið fljótar á sér. Aðeins og hraðar. Tala hraðar kannski. En í þessu sambandi má sem sagt nefna velþekktar ímyndir íslenskar og norrænar konur sem finna má í sjónrænum miðlum og minna oftar en ekki á eftirlendu ímyndir hið exotíska og framandi. En líta má á þessa þræði sem einhvers konar anga norðurhyggjunnar sem svipar á mörgu leitinu til framandgerfingar austursins og lesa má í velþekktri bók Edward Saids sem heitir Orientalism. En aftur á móti hafa einnig komið fram áhugaverðir fletir þegar rætt við íslenskar konur sem hafa verið eða eru búsettar erlendis og því til dæmis velt upp hvort þær séu á einhvern nátt meðvitaðar í raun og veru þessar kynjaímyndir sem tengjast íslenskum eða norrænum konum og hvort að slíkar ímyndir snerti þær með einhverjum hætti persónulega og þá með hvaða hætti. En svörin við slíkum spurningum auðvitað margvísleg, en við ætlum ekki að fara mjög djúpt ofan í það. Ég get aðeins dregið hér upp þessa meginþræði sem hafa komið fram hingað til í þessum svörum. Og meðal annars má nefna að hugtakið norrænar konur kallar oftar en ekki fram þemu á borð við jafnrétti, fegurð, lífsgæði, lauslæti, stolt og dugnað ásamt tískumeðvitund, þreytu, hugrekki og nýjungagirni. Þannig að þetta fjölbreyttur hópur af konum og ekki alveg einsleitar, ekki einsleitar eins og kannski ímyndin oftar en ekki gefið til kynna. En þegar spurt var hvernig þessar kynjaímyndir snertu viðmælendur okkar persónlega, vildu margar þeirra meina að þau áhrif veru fremur jákvæð og hvetjandi og nefndu í því sambandi sterkar fyrirmyndir á borð við kvenhetjur Íslendingasagna og síðan sínar eigin formæður sem oftar en ekki gengu í öll verk, hvort sem voru karla- eða kvenmannsverk. En síðan líka áhugavert að velta fyrir sér hvort að þarna séu að ræða einhvers konar misræmi á milli hinna exotísku ímynda norðurhyggjunnar
hina erotísku norrænu konu eða hvort að exotíkin felist einmitt í styrk þeirra og sjálfstæði. En burtséð frá því, þá höfum við sem sagt í vettvangsrannsóknum okkar fengið margvíslegar frásagnir af ákveðnum árekstrum á milli ímynda og reyndar í margvíslegum þverþjóðlegum samskiptum, enda eru þar oft tilvísanir í menningararf eins og Íslendingasagnirnar og formaður líklega fyrir borðar, þar sem að útlendingar eru ekki endilega svo vel að sér í því samhengi. En með því að varpa ljósi á það með hvaða hætti Íslendingar iðka menningararf í þverþjóðlegu samhengi má sjá hvernig óræðni, breytileiki og írónía getur orðið undirstaða iðkunar hans. Í viðtals- og vettvangsrannsóknum okkar höfum við meðal annars hugað að því hvernig þessi iðkun eða performance kemur fram í margvíslegum þjóðlegum menningarhátíðum og skoðað með hvaða hætti menningararfur þar fluttur fram eða jafnvel leikinn með tilliti til þeirra þjóðfræðilegu hreyfiafla sem til staðar eru í hinum nýju heimkynnum. Þar á meðal sem sagt þorrablótið, eins og þau hafið séð hérna myndirnar aðeins verið að rúlla. Já, við leyftum þessu bara að rúlla svona svolítið, já. En þar á meðal sem sagt þorrablótið og hins svokallaði þorramatur, en fátt bendir til þess að þorrinn hafi verið blótaður nokkuð tíman af mjög miklum trúarhita. Eldri heimildir, jafnt sem samtíma vettvangsrannsóknir okkar, gefa til kynna að iðkun þorrablóta byggi ekki á einfaldri þörf til að viðhalda hefðum eða viðleitni til að fylgja fornum siðum af nokkurri einurð. Já. Nú og undirliggjandi ástæður þess að blóta þorrann kunna því ekki verið bara þær að hafa gaman. Eins og viðtalsrannsóknin okkar bendi til var staða þessara athafna sem hefðar og menningararfs kjarninn í tilveru þeirra. Og þá eru upprunalegleiki og sérstakir þættir hefðarinnar aukaatriði í sambandi við í samanburði við áhrifin sem þau kunna vekja. Og óræðni hefðarinnar heima fyrir og enn frekar að heiman skapaði nauðsynlegt rými til þess að flytja fram, leika og aðlaga hefðina að ólíku samhengi. Menningararfur sem taktík sem aðlöguð að nýjum aðstæðum. Það eina sem þorrablót nútímans kann að eiga sameiginlegt með fornum þorrahefðum, eins og það birtast til dæmis í miðaldaheimildum, það hefðbundna en jafnframt framandi samhengi sem þeim gefið. Ef nokkur stöðuleika þá að finna í þorrablótshefðinni, felst hann í því stöðuga umbyltingar ástandi og breytileika sem einkennir hana. Í því felst afl hennar. Í þessari þjóðfræðilegu óræðni og hæfni til þess að aðlagast ólíku samhengi eða heldur hæfni og vilja fólk til þess að aðlaga hana að ólíku samhengi. Það er því erfitt að tala ekta eða óekta þorrablót í því samhengi. Hvort sem það hafið með kokteilpinnum á þorrablóti Glitni sem við sáum frá myndir þaðan frá eða lokið með sveitaballi, verður þorrablótið eftir sem áður óræður arfur eða óræðni sem arfur. Þetta kann að vera ríkari þáttur í sviðslist eða performance hreyfanlegra hópa, en við megum ekki gleyma því að við búum í hreyfanlegum heimi þar sem enginn fer varhluta af markaðsvæðingu, ferðamennsku og þverþjóðlegum samskiptum. En þeir hreyfanlegu þjóðfræðihópar sem Íslendingar í London eða Kaupmannahöfn mynda að sjálfsögðu fjölbreyttur hópur með mjög mismunandi reynslu, skoðanir og viðhorf til eigins þjóðernis. Íslendingar í Kaupmannahöfn mæta formföstum ráðagerðum borgarasamfélagsins með ákveðnu millibistaástandi með tilliti til annarra útlendinga í Danmörku með ýmsum brögðum. Á meðan sumir leita skjólhús í íslenskri hefð, leitast aðrir við að opna dyr að samfélögum heimamanna. Og þar tókast á heimsborgarleg sjálfsmynd á við þjóðernislegri og heimilislegri sjálfsmynd og siðum.
Og á þverþjóðlegum og leikrænum rýmum framangerving og norðurhyggja augljós eins og sjá mátti á mannamóti á Norð-Atlantens brygge, eins konar norrænu húsi þeirra kaupmannahafnarbúa. Og þar var margræð og umdeild norræn ímynd flutt fram fyrir fjölþjóðlegum hópi, þorrinn blótaður undir ísbjarnaskinni eins og endurheimtur úr gylltum sölum útrásarvíkinga. Og þar tilkynnti veislustjórinn kankvís að ilmandi þorramatnum hafi verið pakkað í hass og smyglaði í gegnum Færeyjar til að koma honum í gegnum tollinn. Útrásin virðist ekki hafa haft afgerandi áhrif á viðhorf Dana til Íslendinga. Íslenskir listamenn vekja til dæmis áfram athygli í Kaupmannahöfn og virðast enn njóta eða líða fyrir þá almennu ímynd norðursins, þar sem finna má kunnugleg stef, svo sem hvatvísi, skipulagsleysi og sterk tengsl við hrjóstruga náttúru. Og hvort tveggja útrás og hrun virðast vera samverkandi þættir í ímynd Íslands og nátengt orðræðum þessa nær gleymdu og óræðu fyrrum hjálendu. Og í kaflanum settum við þetta líka í samhengi við hugtak Michael Herzfeld, kryptokoloni eða dullendu eins og hún hefur verið þýdd. En hann fjallar sjálfstæð ríki eins og Tæland og Grikkland sem slíkar dullendur, mynda eins konar öryggissvæði á milli eiginlegra nýlendna og ótaminna svæða en passa kannski ekki með skýrum hætti inn í postkolóníal umræðuna. Þessi ríki hafa þó greitt sjálfstæði sitt háu verði og orðið öðrum ríkjum háð í efnahagslegu og menningarlegu tilliti. Og þetta samband lýsir sér líka með þeim íróníska hætti að dullendur klæða sig í áberandi þjóðernislegan búning sem ætlað að falla í fyrirframgefnar erlendar forskriftir. En ef litið handan norðursins, eins og við leyfum okkur að orða það í kaflanum, undir þunnt yfirborð þessara framandi Íslendinga norðursins, má á sumum sviðum finna það sem kalla mætti óræð eftirlendu áhrif að verki. Og að þessu menningarlegu samhengi menningararfurinn aðlagður, fluttur fram eða jafnvel innbyrtur í formi þorramats. Og kannski mætti tala huldu nýlenduna Ísland og þeim sem þaðan sigla býður auðvitað ólgusjór allskyns síbreytilegra þjóðernis ímynda í hversdagslegum og þverþjóðlegum valdasamskiptum. Ein þessara siglingaleiða liggur einmitt yfir norðurheimskautið og til austursins og við getum spurt okkur hvort að þar mætist norðurhyggjan og austurlandafræðin, en á þessari samsettu mynd þar sem Björk vísar til þjóðsagnaheims 1001 nætur og von okkar Núbó höfðar til okkar með íslenskri matarhefð. Við getum kannski leyft þessari mynd að tala fyrir sig. Takk fyrir okkur. Takk fyrir. Næst síðust á mælendaskrá Sigríður Helga Þorsteinsdóttir. Hún lauk BA-prófi í íslensku frá Háskóla Íslands árið 2004 og meistaraprófi í íslenskum fræðum frá sama skóla 2013. Hafði áður lokið námi í fiðluleik og kennslufræðum og starfaði sem fiðluleikari og kennari frá 1979 til 2002. Sigríður Helga starfar á skrifstofu Alþingis. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Takk fyrir skemmtileg erindi sem ég hef hér heyrt. Í kafla mínum fjalla ég hagnýtingu Guðríðar Þorbjarnardóttur og skoða stöðunar á tímabilinu 1980 til 2011. Ég greini viðfangsefnið út frá kenningum þjóðardýrlinga sem ég finnst henta mjög vel. Aðeins fyrst ætla ég að segja stuttlega frá styttunans Ásmundar Sveinssonar að Guðríði með soninn Snorra svona skemmtilega á öxlinni. Hann gerði styttuna 1938, hún var 3 metra há og var sýnd á heimsýningu í New York 1939 og hlaut þar mikla athygli.
Þetta er fyrsta höggmynd eftir íslenskan myndhöggvara þar sem fyrirmyndin er nafngreind kvenpersóna og þarna er lýsing Halldórs Laxness til gamans á matónumyndum Ásmundar. Það eru til 4 endurgerðir styttunnar, miklu minni. 2 hafa verið reistar á þeim stöðum sem sagan segir Guðríði hafa búið og 2 hafa farið til útlanda. Þjóðardýlingar. Jón Karl Helgason hefur fjallað ítarlega það efni í bók sinni Ódáinsagur, en samkvæmt skilgreiningum sem þar eru raktar bendir margt til að slíka þróun sé að ræða í tilfelli Guðríðar og ég byggi hér á skrifum Jóns Karls efnið. Helgifesta þjóðardýlinga er flókið og langt ferli, hefst oft í heimabyggð viðkomandi og breiðist síðan út og það má greina ýmsar vísbendingar sem benda til þess að einstaklingur sé á leið með að verða þjóðardýlingur. Til dæmis að reistar eru á honum styttur, götur og opinberar byggingar eru skýrðar eftir honum, fæðingarstöðum og grafreitum er gert hátt undir höfði og fleira. Og virk þáttaka stofnana, opinberra stofnana og æðstu embættismanna er talin ein helsta vísbending þess að opinberan þjóðardýling sé að ræða. Páll Björnsson hefur líka skrifað þjóðardýlinga í bók sinni Jón Sigurðsson og bæði hann og Jón Karl nefna ýmsa svona vænlega þjóðardýlinga kandidata. Guðríður hefur sérstöðu í þeim hópi sem söguhetja úr Íslendingasögunum en líka vegna þess hver saganar hefur sterka skírskotu til kaþólskrar helgisagnahefðar. Íslenskir ráðamenn hafa á umræddu tímabili markvisst nýtt sér Guðríði í margs konar tilgangi og meðan Vigdís Finnbogadóttir gegndi forsetaembætti myndist hún oft á Guðríði í ræðum sínum, sérstaklega á ferðum erlendis og hún talaði gjarnan stöðu kvenna fyrr og nú og teldi þá Guðríði fram sem fyrirmynd kvenna og hvatti konur þannig til dáða sem var áhrifaríkt innlegg í jafnréttisbaráttu kvenna þess tíma. Ólafur Ragnar Grímsson nýtti sér líka æviímynd Guðríðar og fleiri persónur úr Vínlandssögunum eftir að hann tók við embættinu og fyrstu árum þess varð honum tíðrætt hvernig halda mætti upp árið 2000 eða þessa hátíðaþrennu og hann setti fram margar og skemmtilegar og fjölbreyttar hugmyndir og hann lagði mikla áherslu á að efla tengsl Íslendinga og Vestur-Íslendinga. Sögupersónur Vínlandssagnanna og þar á meðal Guðríður voru til umræðu á Alþingi í lok seinustu aldar, upphaflega 1991 í umræðu væntanlegt landafundaafmæli. Guðríður hún tengist líka menningartengdri ferðaþjónustu, grein sem tók að vaxa fiskurinn hrygg á sama tíma og hér rætt. Stór þáttur í þeirri grein felst í að vekja athygli á Íslendingasögum og sögupersónum þeirra í heimahéraði sagnanna sem er eins og Helgi benti á með söguskiltin og svona að fá fleiri ferðamenn á staðinn, vekja athygli þeirra á stöðunum. Uppsetning styttunnar á Guðríði í Glaumbæ og Laugarbrekku er því bæði gott dæmi slíka starfsemi en ekki síður upphafsskref í helgifestu þjóðardýlings. Og hér má nefna Guðríðar og Laugarbrekkuhópinn, en eitt af markmiðum hópsins var að finna leiðir til að vekja athygli á Guðríði og fæðingarstað hennar, Laugarbrekku, og uppsetning styttunnar var mikilvæg í því sambandi. Örstutt nafngiftir. Farkostir íslenskra flugvéla hlutu nafni Guðríður Þorbjarnardóttir 1965-2001 og götur í Grafarholtshverfi fengu nöfn úr Vínlandssögunum árið 2000 og þar á meðal Guðríðarstígur. Guðríðarkirkja var vígð 2008 og ég kem betur á því síðar. En styttan á Guðríði var þjóðargjöf til Kanadabúa árið 2000 og setti tóninn í hátíðahöldunum. Bókmenntaarfur Íslendinga, sérstaklega Vínlandssögurnar og persónur þeirra, með Guðríði fremsta í flokki, gegndi stóru hlutverki í hátíðahöldunum vestanhafs. Og það er alveg óhætt að fullyrða að persóna Guðríðar geymir margar skírskotanir sem voru nýttar vel þetta ár. Í hátíðahöldum á Íslandi sama ár kom Guðríður líka mikið við sögu og það er eftirtektarvert hversu sterklega íslenska þjóðkirkjan hefur eignað sér hlutdeild í Guðríði á síðastliðnum árum. Skýrt dæmi það eru auðvitað nafngift kirkjunnar, Guðríðarkirkja. Áður höfðu 6 íslenskar kirkjur verið nefndar eftir einstaklingum, öllum karlkyns, svo Guðríður fyrsta konan til að öðlast slíka upphefð. Í athyglisverðri ræðu við vígslu kirkjuna sagði þáverandi biskup Íslands, Karl Sigurbjörnsson til dæmis,
að hann álíti sögurnar á landafundina og Vínlandið góða öðrum þræði vera kristniboðsfrásagnir. Það hafa verið skrifaðar allmargar sögulegar skáldsögur með Guðríði í aðalhlutverki og mörgum tungumálum og eftir höfund af ýmsum þjóðernum. Og ég vil nefna hér leikrit Brynju Benediktsdóttur Ferðir Guðríðar sem fór mjög víða, var þýtt á 4 tungumál, sýnt í 12 löndum og urðu mörg hundruð sýningar á því. Og tónverk Mistar Þorkelsdóttur, samið Guðríði til heiðurs. Hápunktur í þessu ferli má samt segja hafi orðið árið 2011 þegar forseti Íslands færði Páfagarði styttuna á Guðríði. Í kynningu á ferðinni sagði Ólafur Ragnar að fram til þessa hefði ekki verið lögð nægileg rækt við minningu Guðríðar og það að færa Páfagarði styttuna á gjöf væri lokakafli í að tryggja Guðríði verðskuldaðan sess í veraldarsögunni og móttaka páfa á gjöfinni væri viðurkenning á því. Hann hélt líka á lofti eins og fleiri að Guðríður væri að fara í sína aðra ferð til Rómar, sem í rauninni bara mjög stutt og lítið setning í annarri sögunu Guðríði þessa söðurferð. En fyrrnefndur Guðríðar og Laugabrekkuhópur áttu drjúgan þátt í að þetta varð að veruleika, kostaði endurgerðina og flutningsstyttuna til Rómar. Já, það er augljóst að mynd Guðríðar hefur verið hagnýtt með ýmsu móti á síðustu áratugum og margar vísbendingar má finna að notkun á ímynd hennar staðfesti að helgifestu þjóðardýling sé að ræða. Upphafskrefið markar stytta Ásmundar 1939, nú það eru nafngiftirnar, flugvélunum, götunni og kirkjunni, ræktu minningu í heimabyggð, uppsetningar styttunar á sögustöðunum 2, mörg og stór hlutverk Guðríðar árið 2000, bæði hér á landi og í Vesturheimi, þáttaka opinberra stjórnvalda, orðræða forseta Íslands 2 á tímanum og Alþingis og Þjóðkirkjunnar, en síðast en ekki síst ferð forseta Íslands til Rómar árið 2011. Og ég álít því að Guðríður uppfylli mörg skilyrði til að geta talist þjóðardýlingur. Hún er að mínu mati verðugt rannsóknarverkefni sem mætti skoða í ýmsu öðru samhengi, ekki síst í ljósi þess að minningu hennar hefur verið haldið á lofti bæði af veraldlegum og kirkjulegum yfirvöldum. Ok, fyrir mig. Kæra þakkir, Sigríður. Síðasti maður upp á dekk er Áki Guðni Karlsson sem er doktorsnemi og stundakennari í þjóðfræði við Háskóla Íslands og starfar í upplýsingatæknihópi Landsbókasafns Íslands Háskólabókasafn. Rannsóknarhæfni hans eru samningaviðræður hugverkarétt fyrir alþýðumenningu við Alþjóða hugverkastofnunin í Genf. Áki hefur í ræðu og riti fjallað menningartengda ferðaþjónustu, hugverkarétt í tengslum við stafræna endurgerð hjá söfnum og hlutverk menningareignar í réttindabaráttu frumbyggja. Gjörðu svo vel, Áki. Takk fyrir. Í greininni minni í þessari bók þá er ég að fjalla 2 skip sem voru smíðuð í Noregi og gefin til Íslands á 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar árið 1974. Þetta eru Árfjarðar teinaringarnir, Örn og Hrafn, norsk fiskiskip af gerð sem var algeng í Norður-Noregi á 19. öld. Skipin eru endursmíði. Þau eru smíðuð árið 1973 eftir gömlum teikningum, en þá var ekki vitað neitt varðveitt skip af þessari gerð. Aðalefnið í greininni minni er samt ekki þessi ævintýralegi viðburður, smíði skipana og siglingin og þessi þjóðargjöf. Heldur er ég kannski meira að skoða örlög þeirra eftir að þau komu til Íslands. Mér fannst svona áhugavert að skoða þau vandræði sem viðtakendur gjafarinnar lentu í og hvernig þeir leystu úr þeim. Ég fekk upphaflega augastað á þessum skipum þegar einn félagi minn úr siglingafélagi Reykjavíkur benti á að Örn lægi undir skemmdum í Innri-Njarðvík.
Hann vildi kanna hvort það væri áhugi fyrir því að gera hann upp og reyna að koma hann á flot aftur. Og svo í kjölfarið fór ég þá að kanna sögu skipanna tveggja sem reyndist bæði viðburðarík og áhugaverð. Sem dæmi má nefna að Örn tók þátt í skrautsiglingu á Hudsonfljóti í tilefni af 200 ára afmæli sjálfstæðisyfirlýsingar Bandaríkjanna 1976 með höfðingjum eins og Sigurði Magnússyni, Hinrik Bjarnasyni og fleirum. Markusi Erni Antonsssyni. Bæði skipin voru notuð tíma af skátum, annað á Húsavík og hitt í Reykjavík. Og þar má kannski segja að svona notkun þeirra hafi verið í samræmi við ætlun gefendana sem að vildu að skipin, sem sögðu að skipin ætti ekki að vera safngripir eða sýningargripir, heldur ætti að nýtast í leik og námi. En af ýmsum ástæðum datt það fyrir. Eitt af því sem raunverulega kom kannski veg fyrir að skipin nýttust almennilega sem siglingatæki í námi og leik var svo að á þeim hvíldi eins konar helgi fyrir það að vera þjóðargjöf. Þess vegna birtust greinar af þessu tagi reglulega í dagblöðum. Fjölmiðlar sýndu skipunum mikla athygli alveg frá upphafi. Þessi staða þeirra fól því í sér ákveðna siðferðilega ábyrgð sem að kannski enginn gat eða vildi standa undir til lengdar. Bæði skipin enduðu þannig á því að lenda í umsjá safna á 9. og 10. áratugnum, annað á Húsavík og hitt hérna í Reykjavík. Og á 9. og 10. áratugnum voru þau bæði lánuð út sem leikmyndir fyrir kvikmyndir Hrafns Gunnlaugssonar og kvikmynd Kristínar Jóhannesdóttur. Þarna sjáum við myndbrot, þetta er upphafsatriði úr Hrafninn flýgur hérna vinstra megin. Og í leiðinni notuð til að auglýsa útihátíðina Húnaver 92. Þarna sem sagt Sálin og sólin borð í Erni í Nauthólsvík. Hrafn skemmdist nokkuð við tökur á kvikmyndinni í skugga Hrafnsins en hann var síðan lagfærður og settur upp semst í Sjóminjasafninu á Húsavík sem sýningargripur. Þarna er Hrafn, lítur afskaplega vel út. Örn var sömuleiðis geymdur í Árbænum en lánaður, var reynt að lána hann reglulega þannig að hann kæmist í sjó með reglulegu millibili. Það er svona liður í því að halda svona trébát við. En þá oftast var hann fenginn að láni í hlutverk miðaldaskips. Því að eitt af því sem er athyglisvert þegar maður skoða viðtöku skipan á Íslandi bara alveg frá 74 og upp úr hversu auðveldlega þessi 19. aldar fiskiskip, þessi nútíma fiskiskip, urðu að víkingaskipum í hugum fólks. Árfjarðar teinaringar tilheyra fjölskyldu skipa og báta sem voru algengir í Norður-Noregi frá lokum 18. aldar og fram á 20. aldar og voru meðal annars notaðir í lófótveiðinni. Nokkur skip af þessari gerð voru reyndar keypt til Íslands og gerð út frá Austfjörðum. Þar voru þau kölluð lófótungar. Í Noregi er talsverð svona rómantík tengt þessum skipum vegna svona hlutverks þeirra í svona mótun norskra strandmenningar. Svona til að vera aðeins leiðinlegur og að því að sumt fólk fáir, sumu fólki finnst þetta bara að vera víkingaskip, þau bara líta þannig út. Þá vil ég kannski benda á, sem ég finnst vera mjög athyglisverður munur á þessum skipum, að þið sjáu að þessum borðin mæta stefninu á Gauksstaðaskipinu, þá mjókka þau. En það gerist öfugt í Árfjarðarbát, það breikka þau. Og þetta er gert til þess að halda skörinni eins mikið samsíða vatninu og hægt og gerir skipið einfaldlega hraðskreiðara. En það er meira. Þessi áhugi íslenska viðtakenda og víkingaskipin tengist meðal annars líka sjálfsmynd okkar. Og okkur finnst einhvern veginn víkingarnir þannig að hægra megin vera svona einhvern veginn meira við heldur en gaurinn þarna vinstra megin. Og við erum ekkert einum það. Norðmenn eru nákvæmlega eins og þetta dæmi sýnir. Þarna árið 1986 var annar Árfjarðarbátur, raunar smíðaður held ég af sama manni og smíðaði Örn og Hrafn. Keyptur og fluttur til Flórida, þar sem hann hafði notað þessi víkingaskip í tengslum við norsku útstillinguna í Epcot Center í Disney World. Þessi rannsókn mín hefur svona leitt mig á fleiri slóðir, náttúrulega það kemur ljós að Norðmenn hafi verið duglegir við að smíða endurgerðir af víkingaskipum alveg frá því að Gauksstaðaskipið leit dagsins ljós á ný árið 1880. Þetta eru oft sem sagt ævintýraleg verkefni, risastórar, dýrar og áhættusamar sviðsetningar sem mér finnst beinlínis æpa og skýringar.
Svona í lokin ætla ég að taka eitt dæmi úr langri röð, svona nútíma víkingaskipa, sem sýnir að mínum ágætlega hvað samspil endurgerðana getur orðið flókið. Á 8. áratugnum festi sænska fyrirtæki Volvo Penta kaup á gömlum Norðurlandsbát. Skreytti hann svona fallega og notaði hann í markaðsherferð í Bandaríkjunum þegar þeir voru farin á Bandaríkjamarkað. Þegar þeir voru búin að nota skipið þá var hann gefinn, þá gáfu þeir bátinn til Norræna-safnsins í Seattle. Það sem hann var gerður upp árið 2009 og settur á flot. Ástæðan var svo að árið 2009 myndist safnið 100 ára afmælis Alaska Yukon Pacific sýningarinnar í Seattle 1909. Þar sem einmitt afkomendur eða norrænir innflytjendur smíðuðu víkingaskip og sigldu á því til Seattle. Þarna sem sagt orginal Norðurlandsbátur, gerður upp sem víkingaskip og siglt til að minnast endurgerðar af víkingaskipi frá 1909. Þakka fyrir. Jæja, nú ætlum við að gefa færi í örfáar mínútur til þess að ef einhver vildi spyrja okkur út úr. En við ætlum ekki að dvelja lengi við það, vegna þess að ég veit af veitingunum hérna í næsta herbyggi. En ég sé að það er hönd á lofti. Hallfríður. Já, Hallfríður heiti Þórarinsdóttir. Þakka fyrir alveg geysilega skemmtileg og fróðleg erindi. Ég langar að beina einni spurningu til þín, Ólafur, varðandi þitt erindi, og það er sem mig langar að fá svar við, er það hverjir eru það sem að hafa valdið til að skilgreina? Hvaða einstaklingar eru þetta? Í þínu tilviki, hverjir eru það sem eru að skilgreina ógn í íslenska menningu, íslenska þjóðar í eðli, þjóðar í ímynd, etc. Því það verður að ávarpa það hverjir það eru, það er ekki sjálfgefið hverjir það eru. Það er mikið power þarna sem þeir hafa, þeir eða það er. Já, og ég held að þetta sé mjög áhugaverð spurning almennt menningar. Hver hefur einhvern veginn tök á að skilgreina þetta á hverjum tíma? Og í þessu tilviki, þessir kallar sem ég var að skoða þarna á millistríðsárunum, þetta voru menntamenn, prófessorar við Háskóla Íslands til dæmis, og svoleiðis menn sem að í den tíð var hlustað á. En þetta hlýtur náttúrulega alltaf að vera í einhverju dýnamík, sko. Hver hefur valdið, hver getur á hverjum tíma, hver hefur tök til þess að skilgreina fyrir hópinn, þetta er okkar arfleifð, hún er svona, og að viðhalda þeirri Fengu þeir enga gagnrýni á sig? Þorði almenningur að standa upp á gagnrýni þessa hugmyndir? Varðandi drengjakollin, jú, það var mjög lífleg umræða um þetta. Það var mikil gagnrýni og athyglisvert aðallega náttúrulega kallar sem að ræddu þetta. Minnst þú veist eitt dæmi konu sem að andmælti því að drengjakollurinn væri þjóðarógn. Já, Gísli Sigurðsson á Árnastofnun, í þjóðdeildinni þar, að áhugaverð þetta sem Helgi var með, og ég held að þetta upplegg með menningararf eins og Valdimar var að tala um, að þetta væri eitthvað sem væri á allra vörum eða almennt, sem að væri svo einhvern veginn komið í hættuflokk og þá risið upp sem menningararfur. Þessu hugsun nýtist til að skilja þennan pirring hjá sem að Helgi upplifir gagnvart söguskiptunum, að menningararfur er ekki einhver svona söguleg þekking sem er dregin upp af fornleifafræðingum og sagnfræðingum í heimildarýni. Heldur einmitt þessar sögur sem að hafa lifað svona lengi með alls kyns voru magnaðar upp einmitt af sögukennslu síðan, sem er alltaf
allir langt á eftir og fólk að viðhalda sögunum sem ég finnst vera að gleymast. Það sögurnar sem menningararfurinn ekki einhver tiltekinn þekkingum raunveruleika sem var eða var ekki. Og það gæti svona verið leið til að skilja hvað að gerast á þessum skilti. Já, ég bregðast þig. Nei, ég bara sammála þessu. Þetta náttúrulega, þetta eitthvað gamalt og gott sem bara má ekki gerast. Fólk bara vanist við. Það verður bara að vera til áfram og alveg saman hvað einhverju fræðimenn að segja. Það ekki hlustað á þá lengur. Kristján. Kristján Helgi Árnason. Það eitt sem oft hefur nú verið kallað menningararfur sem að mér finnst svona dálítið áberandi vegna fjarvistar eins og sagt er. Það sem íslensk tunga sem hefur oft verið kallað menningararfur. Hún það ekki samkvæmt skilgreiningu ykkar sem hér hafið tekið saman þessa bók? Nei, ég held að að bókin verði nú að skoðast sem svona opnun og svona dálítið tilviljunarlegt kennt hvað tekið fyrir í bókinni og hvað ekki. Það er margt sem er ekki rætt í bókinni en það væri það sennilega dálítið stærri bók sem ætlaði að gera tæmandi grein fyrir þessu viðfangsefni. Við höfum fengið gagnrýni fyrir það líka að það sé ekkert sjónarhorn innflytjenda í bókinni. Það er heldur voða lítið ferðamennsku í bókinni, túrisma, sem hlýtur náttúrulega að vera í samtímanum eitthvað svona aðalatriði varðandi menningararfinn. Þannig að þetta er ekki tæmandi greinargerð. Ef að dómurinn væri ákveðinn, þá væri hann menningararfur. Það er spurning. Þú getur ekki bara sett þig aðkvæðin, veistu? Nei, bókin er ekki ætlað að eiga síðast orðið menningararfur á Íslandi. Frekar opnun og umræðu. Bókin er nú tekið til málsíðan og við skulum halda einn áfram yfir vínu eða ekki þegar ef það eru fleiri spurningar. Það ekki tungan í stór hættu eins og brennandi hús. Ef það er prófsteininn, jú. Á þessum léttu nótum þá held ég að við ættum að snúa okkur á veitingunum og þakka ykkur bara kærlega fyrir að koma hingað á